konar möguleikar til. Hér áðan var verið að segja frá því í Finnlandi að einfaldur bóndi þurfi að hafa samskipti við 70 opinbera stofnanir til þess að geta rekið sína starfsemi með skikkanlegum hætti. Ok, hvernig lítur landið út í velferðarþjónustunni á Íslandi? Í litla sæta samfélaginu á Akureyri, þar sem við höfum einkennið Akureyrar-módel og erum þekkt fyrir að vinna saman. Við vinnum þó ekki betur saman en svo að einn einstaklingur sem þarf að leita eftir þjónustu vegna aldurs eða heilsu, hann þarf sennilega að hafa samband við minnst og kosti 5 aðila. Og á þessum 5 stöðum eru jafn margir starfsmenn í einhverju hlutastarfi að vinna við þetta. Og það sama alls staðar á landinu. Hvaða tækifæri þetta? Fyrir notendur. Annað líka að það þarf að taka við af staðbundnum aðstæðum og í því mjög nauðsynlegt, til dæmis eins og umræðan hefur verið núna ræstitæki og róbóta og talsverð, einhver neikvæðin farið að stafmyndalega í því líka. Ég get allavega sagt ykkur það að við fyrir norðan erum komin á þann stað meðal annars út af vinnunni í kringum stefnumótunum og ráðstefnuna sem var í fyrra, að við erum byrjuð í samstarfi við ræstifyrirtæki Hreint að vera með róbóta inn á heimilunum að þrífa vistarverur íbúa. Til þess að reyna að afla okkur reynslu, eins og var verið að segja hérna áðan, búið til prósett, verkefni, sem við erum að reyna að læra af því hvernig við getum gert þetta. Og við erum að undirbúa fleiri skref, mun stærri skref í þessu. Sama að gerast í sambandi við rafræna lyfjaumsjón, sem staðbundin úrlausn fyrir okkar stærð af heimili, ekki fyrir stóra heilbrigðisstofnun. Það alveg ljóst. Við verðum reynda að gefa út smá skýrsla það setjum hægt inn í þessu mánuði. Alveg ljóst. Það stórt verkefni fyrir velferðarþjónustu á Íslandi. Ef að aðrir ná sambærilegum árangri og við höfum verið að ná. En þú ætlaðir að segja eitthvað þetta. Það þetta með nýsköpun og tækni, því að við setjum hugtakið nýsköpun og tækni. Í þessum skandinavíska samhengi þá talað velferðartækni, við ákvæðum að reyna að stilla þessu þannig að það væri sem sagt nýsköpunin og tæknin, þannig að fólk fengi hugmyndir það, þetta væri ekki bara spurning tækni, heldur líka spurning hugafar, þetta spurning skipulag og þetta spurning verkferla og svo horfum við til þeirra afurða sem verða til af nýhugsun sem af þessu hlýst. Og það mjög dýrmætt að draga þá mynd upp og það í raun og veru það sem við erum að reyna að varpa fram inn í þessa stefnu og þessa áætlun. Þetta ekki bara tæknilausnir, við erum með eitt svið þar sem sérstakur fókus á tæknilausnir, en síðan það öll þessi umgjörð, allt þetta skipulag, allt hugarfarið, verklagið sem við þurfum að breyta eða nota með öðrum hætti. Það gerist nefnilega ótrúlega mikið þegar maður byrjar á tækninu og kemst líka yfir það að nýta það sem til Ég hef kannski einhvern veginn búinn með þetta hérna áðan í sambandi við þetta hvernig við tökum mið af aðstæðum og ég get bara tekið sem dæmi að það hefur verið mjög mikil aðstæða, það hefur kannski verið svona siðferðileg umræða og gagnrýningar gagnvart því að fara í fjarvöktun með fólki. Ég get bara sagt ykkur að það í gangi slíkt verkefni hjá okkur og það mikið frelsi fyrir þann einstakling að það skuli vera hægt að vera stundum inn í herbyggi á þess að hafa fólk hangandi yfir sér. Og ég trúi því að það sé á fleiri stöðum hægt að gera slíka hluti. Það líka eins og það að fara út. Ég man eftir því fyrir bara stuttu síðan þá kom til okkar bandarísku prófessor sem sagði það að þeir voru að glíma við svona ráp í einstaklingi í fullorðnum. Hann labbaði alltaf út af hurð og vildi komast út. Alltaf klukkan korter fyrir 8 eða korter fyrir 7 á morgnana. Og það var spurningin að læknirinn gefa hann nú einhver lyf til þess að reyna að róa hann eða hvernig ætti að bregðast við. Verkefnið sem hann sett af stað var opniði bara hurðina og leyfa hann að fara út. Og hann fór út á tún, stoppaði við næstu girðingu og horfði á 3 beljur sem þar voru, kom svo eftir korter og brosti.
Við í öldrunarþjónustunni erum oft skítrættir við því að fólk sé að ráka út. En það eru nánast allir með síma á sér, eins og kom fram hérna áðan. Og það er mjög einfalt að trakka í gegnum, til dæmis eins og í gegnum Find My Friend eða hvað það heitir, til þess að trakka fólk hvað það er. Eða setja á það hérna Runkeeper sem að mjög margir eru að hlaupa eftir, svona íþróttaforrið. Til þess að bara trakka það hvað fólk er og hvað það er að gera. En þetta er allt hugbúnaður sem er til staðar, þetta er bara spurningin að fara að nýta okkur það. Og það er að aðlaga sig að aðstæðum. Það er mjög mikil og spennandi svæði, held ég, að fara í samstarf við fyrirtæki. Sem stendur erum við fyrir norðan svo heppin að við erum búin að vera í samstarfi við Samherja og fengum tæknivæðingu í gang hjá okkur. Núna erum við spennandi fyrirtæki fyrir önnur fyrirtæki til þess að vinna með. Við fáum fyrirtæki eins og Síman eða lyfjafyrirtæki eða ræstifyrirtæki sem óska eftir því að vinna með okkur svo langar að þróa nýja hluti. Það er ótrúlega gefandi þegar maður kemst í slík samstarf í velferðarþjónustunni. Og ég sé ekki betur að starfsfólki innan þjónustunni sem mjög tilbúið í það þegar það byrjar. Þetta er samt spurningum við þá. Og ég fletta núna. Þú mátt fletta.